Í fréttaskýringaþættinum Kompás heldur Björgólfur Thor Björgólfsson því fram að daginn áður en neyðarlög voru sett á bankana hafi bresk yfirvöld boðist til að taka alla Icesave-reikninga undir sína ábyrgð með flýtimeðferð gegn því að Seðlabankinn lánaði Landsbankanum 200 milljónir punda í tryggingu. Seðlabankinn segir í yfirlýsingu í dag að ekki hafi verið minnst á þessa flýtiafgreiðslu við þá og segir að frásögn Björgólfs atburðarásina sé röng. Björgólfur svarar aftur í yfirlýsingu nú undir kvöld og segir að ráðherrum í ríkisstjórninni og stjórn Seðlabankans hafi verið kunnugt þessa flýtimeðferð. Við ræðum þetta mál og fleiri við þá Björn Bjarnason dómsmálaráðherra og Guðna Ágústsson formann Framsóknarflokksins hér á eftir. Við birtum einnig bréf sem sent var frá íslenska viðskiptaráðuneytinu til breska fjármálaráðuneytisins ábyrgð ríkisins gagnvart breskum innistæðueigendum. En við byrjum á þeim Birni Bjarnasyni og Guðna Ágústssyni sem eru sestir hjá Jóhannu. Velkomin báðir tveir. Takk fyrir. Við hefum nú öll fylgst með þessum fréttum af þessu máli gagnvart þessari mögulegu flýtiafgreiðslu fjármálaeftirlitsins breska og möguleikunum á henni. Björgólfur Thor hefur haldið í fram að ef að til kæmu ca. 40 milljarðar íslenskra króna frá Seðlabanka og trygging frá Seðlabanka að þá hefðu þeir verið tilbúnir á 5 dögum að taka yfir ábyrgð vegna þessara innistæðna, Icesave sem margum töluðu. En Seðlabanki segir þetta vera rangt, aldrei hafa komið fram að þessi peningar væru skilyrði fyrir því að Bretar ábyrgðust Icesave-reikningana. Björgólfur hefur svo aftur svarað í dag, spjótin hafa gengið svona á milli. Við höfum heimildi fyrir því innan úr Seðlabankanum að á sunnudagskvöldið hafi ríkisstjórninni verið gert viðvart þetta tilboð frá Bretunum. Björn, mér langar bara að spyrja þig til að byrja með, hafið þú einhverja hugmynd þetta tilboð frá Bretunum? Nei, ég þekkti það ekki. Ég þekki þetta ekki þannig. Það hefur komið fram hjá Seðlabankanum ef ég skil þessi bréf rétt að það hafi verið talað þarna ákveðnar fjárhæðir en síðan spurningin það átt að nota fjárhæðina í þessum tilgangi eða ekki og ekki ágreiningur það frekar heldur en hvort að menn að tala að það hefur verið sótt einhverja fjárhæð eða að beðið Seðlabankinn einhverja fjárhæð. Það ekki spurningi frekar en það til hvers átt að nota peningana. Jú, spurningin einmitt hvort að Seðlabankinn hafi vitað það og svo ríkisstjórnin líka. Við höfum heimildi fyrir því að þeir hafi gert ríkisstjórninni viðvart þetta tilboð Bretana strax á sunnudagskvöldinu, deginum áður en neyðarlögin voru sett. Spurningin ef að ríkisstjórnin hafi vitneskju það og Seðlabankinn, að minnsta kosti ríkisstjórnin, þess að þeir staðfesta innan Seðlabanka þeir hafa gert ríkisstjórninni viðvart og Geir hafa átt að vita þetta, Geir segir samt sem aðri fréttastöð ekki að vita þessu. En ef að þeir hafi vitað þetta, þá ekki alveglegur hlutur að við stöndum í þessum sporum í dag okkar sem ábyrgðum Icesave, ef að hægt að verða að koma í veg fyrir það með þessari 40 milljarða króna tryggingu frá Seðlabanka. Það segir það ég get bara ekki tjáð mig þetta, ég þekki þetta mál ekki nóg. Mér finnst að þessi atburðarás sem hefur verið að gerast hér og þessi bréf sem hafa gengið á milli, mér finnst það mikill ábyrgðar hlut að mér að fara að tjá mig eitthvað það. Ég hef bara ekki haft nokkur tök á að kynna mér þetta hvað þetta snýst í smáatriðum. Þannig að eins og kemur nú fram í öllu þessu sem menn að tala að þá er betra að hugsa sig og skoða og líta í eigin barm og átta sig á því hvað snúast málin þegar verið að tala þetta. Þetta svo eitthvað svolítið núna fréttarlegt í raun og veru þegar menn að fjalla þetta stór alvarleg mál og þetta spurning ábyrgðir og það þarf að skoða þetta allt gaumgæfilega og fara yfir þetta. Menn geta sett sig í spor Björgólfs Thors eða þessara manna sem hafa verið að leita til Seðlabankans og fá síðan afsvar hjá Seðlabankanum eftir að hann hefur farið yfir það mál. Þeir geta sagt sem svo við töldum ef við fengjum þetta þá hefði eitthvað annað gerst en fyrir okkur sem þekkjum ekki til málavexti þá náttúrulega ábyrgðar hluti að tjá sig mikið efni málsins nákvæmlega því að ég þekki það bara ekki nógu vel. En hvað segir þú, Guðni? Hvernig lítur þetta mál við þér? Já, nú ganga klögumálin á víxl milli Seðlabanka og auðmanna og bankamanna og einstakra ráðherra. Breska málið viðureignin við Bretana náttúrulega mjög stórt mál. Sjálfstæðisflokkurinn af einhverjum ástæðum sér sig knúinn til þess að birta og legga viðtalinu við Árna Mathiesen út í fjölmiðla. Þú sér að sjálfstæðisflokkurinn Kastljósi veit hvaðan það kom. Kastljósi veit það, ég veit ekkert það en það komið í fjölmiðla. Þess vegna held ég að sé óskaplega mikilvægt að vita hvað gerðist á fundunum með Björgvin Sigurðssyni hinn 2. september. Það sem var líka ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins ef ég veit rétt því að þegar Darling fjármálaráð þarf að tala við Árna Mathiesen þá hann fyrst að rugla sama mönnum. Og síðan kemur í ljós að hann reiðist mjög yfir því að þessi ráðherra segja annað heldur en hann hafði sagt 2. september. Þannig að þetta þarf auðvitað bara að fara vel ofan í. En Bretarnir náttúrulega brugðust þannig við að þeir urðu brjálaðir.
Þeir lokuðu öllum dýrum á okkur, sögðu okkur gjaldþrota þjóð, lygara og glæpalýð og það lokuðust allar hurðir að okkur hægt og hljótt og ríkisstjórnin brást ekkert við. Af hverju var það? Ég þeirra skoðana núna við þessar aðstæður þegar við erum að reyna að tefla þessa vandasömu skák. Fyrst heldum við hraðskák í stórum málum eins og neyðarlögunum og þegar bankarnir fóru að Glitnir varð gjaldþrota eða vantaði peninga. Nú þurfum við að tefla skákinn að mikilli festu og fá allt upp á borðið. En aðalatriðið þetta, að við getum rifist endalaust hvað gerðist. Ég held að sé mjög mikilvægt fyrir íslenska þjóð, í gegnum alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða hér á Norðurlöndum að fá hlutlausa aðila strax. Sem að fara hon í atburðarsöguna, hvað gerðist á Íslandi, hvers vegna fór þetta allt svona, hver vegferðin, hvað sögðu menn, hvað sögðu stofnanir, hvað brást í okkar kerfi því að það engin vafi að ef við ætlum að láta íslenskan aðila gera þetta, þá nú við þannig stödd í þessu landi að vinátta og vild og hatur og allt þetta, því verður aldrei trúað. Þess vegna legg ég það til og mér heyrist nú ríkissaksóknari sé á því, ég veit ekki hvað Björn Bjarnason dómsmálaráðherra segir, og það honum finnst það ekki bara heppilegt fyrir ríkisstjórnina og hann sjálfan, að það komi bara erlendur aðili og taki þetta bara út. En hvað segir þú með þetta? Því að það hefur verið búið þessi rannsókn, sérstakur ríkissaksóknari skipaður til þess að rannsaka þetta ferli kringum bankana, ekki satt? Nú aðeins yfir þetta, sko. Þetta þríþætt. Þetta sem Guðrún að tala það fellur undir, finnst mér, hvítbókina sem menn að tala að gera. Síðan hafi nú þegar skýrslugerð á vegum ríkissaksóknaraembættisins í samvinnu við fjármálaeftirlitið, skattrannsóknarstjóra og ríkisendurskoðanda og Bogi Nílsson, fyrirverandi ríkissaksóknari, hann hefur tekið að sér að leiða þetta starf. Það hafið. En síðan þriðji þátturinn og þá eftir að koma fram ef að það samstæð það, að þá tel ég að það að stofna sérstakt embætti, rannsóknar og saksóknarembætti til þess að fara yfir einstök mál þegar komið að því að menn telja að það sé ykkur grunnsemdir brot og það eru komnar ásakanir og þá eigi að stofna sérstakt embætti sem fari yfir það. Þannig að ég alveg sammála Guðna það að heildarmyndina þarf að draga upp og ég held að það sé ekki þekking hér og líka ekki kannski það traust hér að það sé hægt að búast við því að innlendir aðilar geri það. Þannig að þú sammálið í útlendingar eigi að koma inn í það vinnu. Ég tel að það þurfa að gera það. Erlendir ábyrgir aðilar sem kunna til verkefælis aðstæður. Eitt að segja svona hluti, annað síðan að velta þið fyrir sér hvernig á að gera það og ég hef heyrt tölur þegar menn að velta þessu fyrir sér að fá einhverja endurskoðenda fyrirtæki eða einhverju stóru fyrirtæki til að gera þetta, þá erum við að tala 100 milljóna króna í kostnaði við að gera slíkar úttektir. Þannig að menn verða líka átt að segja á því, ég veit ekki hvað kostar þessi skýrslugerð á vegum ríkissaksóknara, hún kostar kannski 10 milljóna, en ef menn fá og síðan sérstakt embætti kostar sitt, en ef menn fá síðan erlenda aðila sem hafa sinn heiður að verja og allt og þeir ætla að gera þetta þannig að það sé hafið yfir alla gagnrýni að þá erum við komnir upp í útgjöld sem við skulum ekki tala útgjöld í það, við verðum að fá þetta á hreint. Ég er bara að segja, við verðum að teikna upp heildarmyndina ég er ekki að gera annað að draga þetta upp, ég er að nefna þetta til þess að segja hvað þetta er viðamikið og stórt og maður verða að líta til þess. En við tölum líka stórum fjárhæðum bara í dag og bara hvað við erum að gangast í ábyrgð fyrir mögulega til að mynda vegna Icesave. Það hefur komið fram að það er mismunandi túlkun, það eru deilur milli Breta og Íslendinga í dag túlkun á því í rauninni hve mikið við þurfum að ábyrgjast þarna og í þessu samtala milli Alistair Darling fjármálaráðherra Breta og okkar fjármálaráðherra Árna Mathiesen oft vitnað í ákveðið bréf þessar ábyrgðir sem var sent úr viðskiptaráðuneytinu til fjármálaráðuneytisins breska og þetta bréf verið skipta miklu máli það í rauninni hvað við erum búin að lofa að ábyrgjast og Helgi Seljan hann kafaði hans í málið og fór yfir þetta bréf og hvað stendur í því. Skulum aðeins kíkja á það hérna áður en við höldum áfram. Í upphafi samtals ráðherranna tveggja sem Kastljós birti fyrir viku svarar Árni þannig þegar Alistair Darling spyr hann hvað íslensk stjórnvöld hyggist gera varðandi Icesave-reikningana. Já, þetta var útskýrt í bréfi sem við sendum í fyrrakvöld frá viðskiptaráðuneytinu. Eftir það höfum við sett ný lög forgang innistæðna og höfum veitt FMA, Íslenska fjármálaeftirlitinu, heimil til þess að fara í bankana, sambærileg löggjöf og þið hafið í Bretlandi og Landsbanki nú undir stjórn fjármálaeftirlitsins og þeir eru að vinna að því hvernig ég að gera þessa hluti, en ég held að þessi löggjöf hjálpi við að greiða úr þessum vanda. Alistair spyr,
hvað með eigendur innistæðna hjá ykkur sem eiga innistæður í útibúum í London? Árni svarar, við höfum tryggingasjóð innlána samkvæmt direktífinu og hvernig hann starfar útskýrt í bréfinu og sömuleiðis lofar stjórnvalda stuðning við sjóðinn. Kastljós hefur fengið umrætt bréf afhent með vísan til upplýsingarlaga. Bréfið stílað á Clive Maxwell, deildarstjóra í breska fjármálaráðuneytinu. Þar segir í íslenskri þýðingu. Kæri herra Maxwell, með vísan til viðrana þinna við ráðuneytið liðna helgi. Ef þörf krefur styður íslenska ríkisstjórnin tryggingasjóð innlána og fjárfesta í því að afla nauðsynlegs fjármagns til þess að sjóðurinn geti orðið við lágmarks bótakröfum ef Landsbankinn eða útibú hans í Bretlandi fellur. Undir bréfið ritar Jónína S. Lárusdóttir ráðuneytisstjóri í viðskiptaráðuneytinu. Athygli vekur að í bréfinu hvergi minnst á það hvernig tryggingasjóður innlána starfar, eins og Árni segir í samtalinu við Darling. Hins vegar ekki hægt að lesa annað út úr bréfinu en að þar séu íslensk stjórnvöld að heita stuðningi við tryggingasjóðinn. Samkvæmt heimildum Kastljós var þó mikið legið yfir orðalagi bréfsins áður en það var sent, með tilliti til þess að þar væri ekki kveðið skýrt á skuldbindingar Íslendinga. Háttsettir embættismenn og ekki færri en 4 ráðherrar, viðskipta, fjármála og iðnaðar, auk forsætisráðherra, munu þannig hafa komið að samningu þess. Að svo margir ráðherrar komið að ritun eins bréfs mjög óvanalegt samkvæmt sömu heimildum sem bendir til þess að þá þegar fyrir setningu neyðarlagana hafi báðir aðilar gert sér grein fyrir í hvað stefndi varðandi Icesave, enda var þá ljóst að tryggingasjóður innlána dugði ekki fyrir skuldbindingum. Eftir því sem komið hefur fram í markaði Fréttablaðsins 19 milljarðar nú til staðar í tryggingasjóðnum til að tryggja innistæður innlendar og erlendar. Bretar vilja skýlaust að Íslendingar greiði 20.000 eurur að hámarki fyrir hvern einstakling sem átti innistæður á Icesave og vitna þannig til ákvæða EES-samningsins. Íslendingar halda því hins vegar fram að forsendur ákvæðisins séu brostnar og vísa í neyðarástand skilgreint af þjóðarétti sem skapast hafi í kjölfarið af falli bankakerfisins. Því sé ekki hægt að krefja Íslendinga að ábyrgjast fjárhæðirnar umfram það sem tryggingasjóðurinn getur. Íslendingar telja þar með að aldrei hafi verið og að ekki sé hægt að ætlast til að í umræddu ákvæði EES-samningsins sé innifalin ríkisábyrgð á innistæðum í bönkum og bankaútibúum. Það nú samið eins og fram hefur komið í fréttum og ekki hefur verið útilokað af ráðamönnum Íslands að það verði alþjóðadómstóla að kveða upp úr málið. Já, þarna heyrðum við þetta. Veltum það bara fyrir okkur. Sko við höfum verið að tala upphæður upp 400 til 600 milljarðar sem við stöndum í ábyrgðum fyrir ef að við verðum við þessu lágmarksbótakröfum og akkurat í þessu bréfi kemur fram ef þörf krefur styður íslenska ríkisstjórnin ábyrgðarsjóð sparifjáreigenda og fjárfesta í því að afla nauðsynlegs fjármagns til þess að sjóðurinn geti orðið lágmarksbótakröfum ef Landsbankinn eða útibú hans í Bretlandi fellur. Björn, erum við að lofa þarna björnina okkur 400-600 milljónir króna? Það held ég nú ekki. Við erum bara þessi stendur hann í bréfinu hverju við erum að lofa. Hins vegar vitum við ekki hvaða fjárhæðir þetta eru, því að það hefur nú líka komið fram í öllu þessum umræðum að það séu eignir sem komu upp og það eru sumir menn sem fullir það jafnvel að þessir banki eigi fyrir þessum innistæðum, þannig að við erum ekki að lofa neinum ákveðnum tölum, þannig að við erum að segja við ætlum að standa við þær skuldbindingar sem snerta þennan sjóð og það það sem þetta bréf snýst En skuldbindingar gagnvart sjóðnum, það sem stendur í lögunum, er þessi, það er við svo gamla gengi að minnst eitthvað tæpar 2 milljónir á manni. Það kom líka fram í máli Helga hérna áðan að það eru sjónarmið þau uppi líka að þessi sjóður er stofnaður og hann tekur mið að því ef að einn banki lendir í vandræðum og sjóðurinn eins og fjárhæðirnar í honum sína, hann byggist í kringum eitthvað slíka atvik. Það sem hér gerist það að heilt bankakerfi, fjármálakerfi fer á hliðina og það enginn sem gerir ráð fyrir því að það gerist og þess vegna koma líka til neyðarsjónarmið í þessu sem verður að líta til og það mjög, ég mun aldrei hér í þessum þætti við þig viðurkenna að við getum ekki beitt viðurkenna annað heldur en við getum beitt neyðarsjónarmiðum líki þessu ef á þarf að halda. Og það og staðfesta stjórnvalda og staðfesta okkar forsætisráðherra varðandi allar yfirlýsingar þetta mál eru þess eðlis að við höfum ekki gengist undir neina þá klafi þessu sem menn að gera því skónast þegar þú nefnir þessar háu fjárhæðir. Hvernig túlkar þú þetta? Hver erum við að lofa með þessu bréfi? Ég held í sjálfu sér að ríkisstjórnin hafi ekki telt þetta nógu vel í hraðskákinni og þeir kölluðu hinga hollendingana heim og söndu við þá eitthvað. Það gerðist nefnilega að menn voru hér að tala svona út í loftið.
En það koma strax fram háskólaprófessorar hér sem skrifa grein sem ég man eftir í Morgunblaðið og segja strax frá því að þetta sé allt saman samkvæmt EES-samningum og biðja menn að fara varlega. Við eigum ekki að játa þar á okkur neinar þær skuldbindingar sem við ekki þurfum á okkur að taka. Og nú það stóra málið að tefla þá skák eftir þeim leikreglum sem þar voru mótaðar leið og menn kafa ofan í þetta mál. Það verður að gera það og það hefur líka verið lagt upp þessi hnefaréttur sem Bretar beitt okkur. Við höfum sagt á móti, við ætlum ekki að beita hnefarétti, við viljum frekar að þetta sé þá leyst fyrir dómstólum, það sé tekist á þetta eins og siðaramanna þáttur fyrir dómstólum með rökum og gaggrökum og rætt til hlítar. Og þá koma allir þessi sjónarmið fram, þá kemur það fram að það er eitt að líta á venjulegar aðstæður ef má segja sem svo þegar bankar fara á hliðina eða þessar óvenjulegu ástæður og það er náttúrulega einn galli á þessar umfjöllun allri hér hjá okkur að við erum komin allt og mikið orðin innhverf í þessu. Þetta er alþjóðlegt vandamál. Evrópa öll mun færast smátt og smátt inn í þessi vandamál. Það er miklu fleiri illastattir heldur en Ísland. Við erum illastödd en umheimurinn er allur illastattur og við verðum bara að tefla okkar skáka festu og það er mikilvægt framtíðarinnar vegna og ekki síst til að halda hér ungu og öflugu fólki að skaði þjóðfélagsins verði lágmarkaður á öllum sviðum. Það er skylda ríkisstjórnarinnar og okkar allra. Ég verð bara að spyrja ykkur, tíminu við bara búin, það var að koma hérna fylgiskönnun og fylgið að týnast af ykkur þeir í stjórnarandstöðugunni. Þið ættu að vera frekar að hefja ykkur upp á þessu ástandi. Hvernig útskýrur þetta? Sko, við erum náttúrulega flokkur sem vorum í ríkisstjórninni í 12 ár og við erum flokkur sem fórum illa út úr síðustu kosningu. Við höfum ekkert verið að mælast hátt, við höfum þó komnir í Gallup Capacent upp í 10%. Kannski erum við þar núna mánuð, við skulum sjá til. En það er nú látið í mínum flokki eins og þetta snúist allt Evrópumál. Ég ætla bara að taka það fram að ég átti aðild að ríkisstjórn í 12 ár. Formenn flokkana söndu þar stjórnarsáttmála. Það var aldrei á dagskrá að ganga í Evrópusambandi á þenn tímabili og mér sé núverandi ríkisstjórn. En ertu ekkert að breyta skoðu núna út frá þessari stöðu sem er bara örstugt því að ég er eiginlega að svindla tíma Nú er bara mjög mikilvægt að gera það upp við sig. Er íslenska leiðin við þessar aðstöðu betri? Er betra að banka upp á dyrnar hjá Evrópu? Hvernig verðum við stattir ef við komum inn í Evrópu nú? Jú, við getum verið komnir þangað sjálfsagt 2010, við skulum bara fara yfir það. Þá verðum við sennilega settir með krónuna inn í EM2 og það þýðir að það er búið að skuldsetja okkur á ákveðnum stað. Þannig að þegar við fáum evruna svo eftir mörg ár, þá setja íslensku heimilin og fyrirtækin uppi með þessi skuldir. En við höfum að gera okkur grein fyrir því núna, er það íslensk leið sem dugar, eða eigum við að ganga strax til Evrópusambandsins, afhenda þess vegna auðlindir okkar og tækifæri. Hvorum megin liggja tækifæri þessara þjóða. Við skulum bara gera það hlutlaust upp og það vil ég ræða í mínum flokki og það vil ég ræða í pólitík. Örstuðt var þess að ykkar, eða Björn, fyrir ekki að því að Sjálfstæðisflokkurinn líka tapa miklu fylgi, samfylkingi mælist mun stærri heldur í Sjálfstæðisflokkurinn og margir vilja meina, já, auðvitað eru þið gerðir frekar ábyrgi fyrir þessu en Evrópusambandsmálin blandast inn í þetta allt saman. Já, segir það, Jóhanna, mér finnst þetta Evrópu tala allt saman vera einhver flótti frá veruleikanum. Það er ekki það brýnasta sem við eigum að fjalla um núna hér, hvort við förum inn í Evrópusambandið eða ekki. Það er miklu brýnni viðfangsefni sem við erum að tala um og það fólk sem talar hér þannig að það sé bara eins og smetla fingri hægt að leysa þennan vanda með því að fara inn í Evrópusambandið, það er bara ekki að segja hlutina eins og það er. Það er ekki þannig. Það er miklu brýnni viðfangsefni sem við þurfum að glíma við heldur en að fara núna að deilum það hvort við eigum að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn eins og Guðni segir og það er ekki á dagskrá þessara ríkisstjórnar að fara inn í Evrópusambandið og það er ekkert sem gerst sem leiðir okkur inn í það. Að stór hluti helmingur landsmanna neitar að velja sér flokk við þessar aðstæður. Nú snýst það hér á Íslandi og í heiminum öllum að endurskoða stjórnmálaflokkanna. Finna sér ný gildi út frá hagsmunum fólksins og þjóðarinnar og það munum við framsóknarmenn sannarlega að gera. Við eigum nóga liljum úr okkar starfi í 90 ár. Björn og Guðni, kærar þakk fyrir að koma.